Kvikmyndagerðarmenn voru á ferðinni í Grindavík á dögunum en gerð heimildamyndar Tyrkjaránið fræga er hafin. Þessi atburður átti sér stað árið 1627 og er ráðgert að frumsýna myndina á 400 ára afmælinu. Segja má að Tyrkjaránið skiptist upp í 3 hluta og hafa tökur verið í gangi á Austfjörðum, í Vestmannaeyjum auk Grindavíkur. Adam Nichols er kanadískur prófessor sem kom til Íslands árið 1987 og féll strax fyrir landi og þjóð. Hann er mjög sögufróður, setti sig strax inn í íslenska sögu og hefur skrifað nokkra bækur með Keflvíkingnum Karli Smára Hreinssyni, meðal annars Tyrkjaránið. Adam er sögumaður myndarinnar og fór yfir tengingu sína við Ísland og þennan atburð sem átti sér stað í Grindavík fyrir tæpum 400 árum síðan. I've been coming to Iceland since 1987. I first arrived here in October of 1987 and I had a strange and mysterious experience. I walked out of Keflavik Airport, took 2 steps into Iceland and stopped dead because I had this strange sense that I had just come home. I have no idea how to explain it. I just felt like I belonged in Iceland, and I've always had a special feeling for Iceland. I came to Iceland because I'm a college professor and I teach for the University of Maryland. Teach what? I teach English courses. English courses? Yeah, English literature and communication and writing. The University of Maryland has a contract with the American military. So they employ people like me to teach on military bases throughout Europe and in fact throughout the world. And in those days, everybody remembers, there was a NATO base at Keflavik. Yeah. So I came to the NATO base to teach English courses to American military members and their families and people on base. One of the courses I used to teach was Icelandic saga. Great course, very popular with my students. A lot of them were young military guys. Saga is full of adventure and Vikings and fighting. They loved them. And I realized at one point that we could organize a tour for the places where the events of Njál saga occurred. Yeah. We could go to the farmsteads. So I went to the local tourist office on base and I talked to somebody there. And the person I talked with was Carl Smári Henson. He worked on the tour office. And he was our guide, very knowledgeable. We did our first tour, it was a great success. I taught that course several times in a row. Carl was the guide each time. I invited him to do guest lectures in the course. It worked out very well. Carl and I became good friends. And one day at lunch, he turned to me and he said, you know, you and I should collaborate on translating some old Icelandic texts. And I have just the text in mind. And that was the beginning. The text he had in mind was the narrative of Reverend Ólafur Eyjolfsson, who'd been a pastor on the island of Heimaey in the Westman Islands. And he'd been captured in the Barbary Corsair raid, the Tyrkjaránið of 1627. He'd been taken to Algiers, and then he traveled from Algiers to Italy and France and the Netherlands, and eventually back to Denmark in an attempt to negotiate ransoms for the other captives. So we translated that book into English. It took us the better part of a decade. We started work back in the 90s, and the book was first published in 2008 here in Iceland. And then the pandemic struck. And the pandemic for a lot of people was a terrible time. But for Carl and I, it was extremely productive. we popped out a book a year throughout the pandemic. We did 5 books during the pandemic years. For us, the pandemic was a blessing. Go figure. But we decided that it would be a good idea to make a video documentary of the events of the Corsair raids. 3 areas were attacked. There were actually 2 different groups of Corsairs. There's a group of Barbary Corsairs from Salé, which was a port on the Atlantic coast of Morocco. And they came here to the Grindavik area, and they raided Grindavik and Bessastaðir and the waters off Snæfellsnes, and then they went back to Salé. They were only here a little over a week. There was a second group that came from Algiers. They raided the east fjords, Djúpivogur and Berafjörður and that whole area.
They spent 10 days raiding there, and then they sailed to the Westman Islands, and they spent 3 days on Himae, assaulting Himae. They took, in total, that group of corsairs took nearly 400 captives, 250 of them from Himae. Loaded them all aboard their ships, took them back to Algiers. So we thought it would be a good idea to do a video documentary of the attacks on Iceland. So we did a couple of days shooting in the East Fjords and chronicled all the different events that happened there. We did a day shooting on Himae and chronicled the events there. And now we're in the midst of chronicling the events of the attack in the Grindavik area. And here we are. So it took on a place, you know, basically here, or? Right here. Right here. Right out there. The Corsair ship showed up at late June. There was a Danish merchant ship moored out here, minding its own business. Yeah. There was a Danish trading post just over here on the coast. Nobody had any idea this was going to happen. And this strange ship came sailing into the harbor, reefed their sails, dropped their anchor. Nobody knew who it was. And Corsairs have a reputation for being really violent, you know. They're pirates, right? But they're also, they were sensible men. They didn't know this area. They had no idea what they were getting into. So instead of just blindly launching an attack, they put some men in a ship's boat and they rowed across to the Danish merchant ship where the captain was on board. And he was like, "Who are you guys?" And they said, we're just whalers. We're off course. Where are we? Could you tell us something about this area? So he said, sure, you're in Grindavik and it's this and that. And then they wrote back, now they knew something about the area. And the Danish factor in the trading post over here was trying to figure out who this ship was. You know, who are these people? So he sent out 8 people in a boat and they rowed out to the Corsair ship. And the Corsair said, yeah, come aboard, yeah. We'll, That was the first. yeah, come first aboard. captors. Yeah, we'll be friends. They came aboard, they were immediately captured and immediately interrogated. You know, they were beaten to get information. And so from that group of 8 men and from talking to the captain, the Corsairs learned everything they needed to know about this area to plan their raid. So they took But those, speaking in what well, yes, language? That's I'm very curious. interesting, yes. Probably German. Probably German. Probably German. The Corsairs were a mixed bunch. They weren't just North Africans. No, The leader was Dutch. And there were Dutchmen and Englishmen and Frenchmen and Spaniards. There were people from Morocco. There were all kinds of people on board. A lot of the Corsairs themselves were Europeans who had converted to Islam. Europeans used to call them renegades. The Muslims called them al-mutadim, those who are guided. It's a different perspective, right? But there were a lot of Europeans who converted to Islam. And, you know, they would have been Germans amongst the crew, probably. And in those days, Germany didn't exist as we know it. But the German language was sort of a lingua franca for Northern Europe. A lot of Danes spoke German, because what is now Northern Germany in those days was part of Denmark. And a lot of Icelanders spoke German. There'd been a lot of German merchants here, and the language of business had been German. So probably there were some German speakers aboard the Corsair ship, and the Danish captain of the merchant ship probably spoke German. So they were able to talk to each other in German. And the Corsairs said, probably in German, we're whalers, we're off course, and, you know, can you tell us what's going on? Those poor 8 guys who'd rowed out to the ship were taken down to the cargo hold in the bottom of the ship and chained up. And then about 50 or 60 Corsairs loaded into ship's boats and came ashore somewhere around here. And the first place they attacked was the trading post, because they'd learned about the trading post from interrogating their captives, and they figured there was a lot of merchandise there they could steal. But it turned out that the Danish factor had got suspicious. He watched his men row out to the ship and just disappear. And he figured that something was not right here. Right. Something is fishy here. So he took all the merchandise he could and gathered all his employees, and they raced off into the lava fields and escaped. So by the time the Corsairs got to the trading post, there was nothing there.
Most of the merchandise had been hidden or taken away, and they got no captives. But at that point, because they'd interrogated the previous captives, they knew that there were 3 farmsteads over here. Jan Gevestether Farm and a couple of others. And so they then headed off to raid the farms. And they hit all 3 farms and took several dozen captives. It's hard to tell for sure. Yeah. Loaded them aboard their ship. At that point, another Danish merchant ship headed towards the West Fjords, happened to sail by, and they waved a Danish flag and called it in and said, "Hey, brothers, come on in," and then took them captive, took their ship. So they now had 2 ships, the one that had sailed up from Salé and this Danish merchant ship that they had captured. The one in the harbor they left. It's not clear why. Probably it was a small ship. Maybe the one that was sailing by was better. Whatever the cause, they just took the one that they had enticed into the harbor. And then they sailed around the Reykjanes Peninsula to Bessastaðir, assaulted Bessastaðir, didn't get very far, sailed out to the waters off the West Fjords where there was an English fishing fleet. That year there was about 150 English fishing boats off Icelandic coast. Amazing. It was a big industry for the English back in the early 1600s. And they captured a couple of English fishing boats and learned from interrogating those captives that there were 2 English warships in the area. The English had sent out warships to protect their fleet. And the commander of the corsairs was a very cautious man. And he figured, okay, we do not want to face English warships. So he figured, we got some loot, we got some captives, let's just go. Let's go. And that was the end of the raid. Okay. Hallur Gunnarsson fór yfir aðkomu sína að málinu en ýmislegt í bígerð hjá Minja og sögufélagi Grindavíkur. Þetta rosalega skemmtilegt. Kom óvænt upp í hendurnar á manni. Já, hvenær? Hvað er? Það var, ég man ekki hvað ára var, en það var það þegar Adam og Karl Smári kom til Grindavíkur og var að leita eftir einhverjum sem gæti lósað sér eitthvað Já, út af þessu Tyrkjaráni. Já. Og þá var hringt í mig frá þjónustumiðstöðinni. Þjónustumiðstöðinni? Í Grindavík, frá Saltvíksetrinu. Já. Og spurt hvort ég gæti gert eitthvað. Ég fór niður og tók það á rúntinn, sagði þeim svona það sem ég vissi, þetta litla sem ég vissi. Já, menn var það eitthvað sem þú vissir þó þetta? Já, þetta litla sem ég vissi. Já. Og ég fór með einhverja 3 aðallega í viðbót, 2-3 ári viðbót, sem var hringt í mig og beðið að fara með þetta. Já, bara áhugasamir þetta, ekkert, já. Og á þeim tíma þegar þeir báðu, þá voru þeir ekkert að pæla í einhverju kvikmyndi eða eitthvað svoleiðis, eða hvað? Nei, þá voru þeir að finna út hvar þessi staðir væru helst sem að þetta hafi gerst. Og að þið ætlaðu að fara að skrifa bók, kom það til tals þá eða? Þeir voru búin að skrifa bók. Já. En þessi bók sem ég lét gera sem þú ert með. Já. Að hún kom út frá því að ég sá í Vestmannaeyjabókinni einhverja 2-3 kafla á ensku Grindavík sem ég hafði samband við og spurði hvort þeir mætti ég þýða að þeir voru íslensku svo fólk geti lesið það. Eftir 3 mánuði, ég var hættur að pæla í þessu, en eftir 3 mánuði þá hafði Karl Smári samband við mig, þá var búinn að tala við Adam og þá kom bara, viltu ekki gera bók bara Grindavík, bara til í Grindavík. Og ég sagði, jú, fór í það. Já. Og er þetta ekki spennandi verkefni að vera að búa til þessa heimildamynd? Jú, við erum mjög spennandi í þessa heimildamynd. Svo erum við Óskar að fara í meira, Já, þeir eru bara rétt að byrja. Við erum bara rétt að byrja. Og við erum að bíða til ráðuneytinu og annað að styrkja okkur í því meira. En það að gera sögu Grindavíkur. Hvað nær saga Grindavíkur langt aftur? Hvenær myndir þú segja að byggð hefðist? Það alltaf talað þann sem kom frá Noregi, Moldagönd. Já. Moldagnúp segi ég. Moldagnúpur, já. Að hann hafi komið fyrstur. Já, hvaða ár eru þetta? Ég þori ekki að fara með það. Nei. Ég þori ekki að fara með það. En þetta svona, við erum bara að taka okkur fyrstu skref og... Já. En allavega þessi saga, þetta Tyrkjarán, það er eitthvað 1627 og þá eru einhverjir hirtir hér, þannig að greinilega er einhver byggð hafin hér þá. Já, já. Og framhald af þessari sögu, þá er
Erum við svona að taka fyrstu skrefin í að vera með ráðstefnu 2027 í bænum jafnvel Tyrkjaránið. Og það er svo margt sem í vinnslu hjá okkur, hjá mér. Það er mjög spennandi að vera að gera eins og þessa heimildamynd og eins og segir einhverja ráðstefnu 400 ár upp á dag, sem sagt 2027. Já, það er alveg svakalega skemmtilegt. 400 ár er dálítið árabil, þannig að... Það er það. Já. Og vita lítið það þannig lega, sko. Einmitt. Eins og hérna Grindavík, það er ekkert vitað Tyrkjaránið í Grindavík. Nei. Óskar Kristinn Vignisson er ungur og efnilegur kvikmyndagerðarmaður frá Grindavík. Hann tók upp Grindavíkur hlutann. En hvernig kemur þetta til að þú kemur inn í þetta verkefni? Það er út af vegna þess að Hallur sem hérna, ég vinn í sögufélag Grindavíkur hefur samband við mig og segir mér frá þessum tveimur vinum sínum, Adam og Karli, sem eru þessi sérfræðingar og búin að skrifa heilu bókasöfnum Tyrkjaránið, vilja skjóta þessi vídeo og þannig ég bara, hann dreif mig inn í þetta og hérna... Hann einfaldlega vissi að þú værir í þessum bransa og bara nærtakast að... Einmitt. Þannig að hann dreif mig með og hérna, svo erum við búin að vera að skjóta núna á Bessastöðum og svo hérna í nágrunnu og hérna. Það í raun og veru er þetta svona Adam að segja frá þessu á ensku og hérna og gera það bara með algjöru. Hann er mjög fróður. Mjög fróður og hann er sögufróður og einstaklega góður að segja sögur og flottur sögumaður einmitt. Það er búið að unun að vinna með honum og bústlega vel undirbúinn og hann veit gjörsamlega allt þetta. Hann veit rosalega mikið. Maður fær eiginlega bara minnumáttakent. Maður á að heita Grindvíkingur og vera hérna og maður veit ekkert þetta. Einmitt. Nei, algjörlega. Hann er alveg bara einstakur, sko. Þannig að þetta er búið að virkilega gaman að fylgjast með þeim og bara læra. Ég er bara bak við myndavélina og svo er maður bara einhvern veginn að heyra svo sögur, þú veist, í svona miklu dítelum sem maður ekki gert áður. Einmitt. Hvenær byrjuðu tökur hjá okkur? Það er bara í fyrradag. Okay. En þeir eru búin að vera, þeir eru með þrískipt lið. Það er í Eyjum og Austurunum og svo er ég hérna á Reykjanesinu. Já. Og þannig að þetta er, hann er búin að vera bara í raun og veru út allar trissur að segja frá hinum og þessum atburðum og bara frá þessu öll saman. Og í 3 hollum í raun og veru. En svo hérna verður þetta allt tekið saman og unnið að svona heimildamynd, sko. Og hvenær áætlið að svona tökum ljúki? Sko, ég veit ekki nákvæmlega hvenær tökum líkur beint, en sko áætlað er að sýna þetta á 400 ára afmæli Tyrkjaránsins árið 2027. Þá 400 ára afmæli síðan þessi atburður átti sér stað. Þessar 2 ár alveg í það, þannig að það hefur nægur tími til þess að... Og hvað, á eftir að mynda einhvers staðar á að fara út til Alsír eða, þú veist? Nei, sko, það er ýmislegt svona á döfinni sem ég þekki ekki nákvæmlega, en það er verið að leita einhverjum, jafnvel einhverjum arfleiðum sem hafa íslenskt DNA í sér, sko, einhverjum á Spáni held ég og einhverjum fleiri stöðum, þannig að það er ýmislegt svona sem er verið að skoða, sko, bara þess að því þá urðu náttúrulega svo margir eftir, þannig að það er verið að leita þessum uppruna hér í Noregu. Já. En svo á eftir að filma eru meira kannski svona uppfyllingarefni sem að nota til þess að klippa með og annað, en nú erum við bara að ná honum, Adam, sem er náttúrulega kominn á aldur í raun og veru, að grípa gæsuna meðan hún er ennþá hérna. Já. Þannig að við erum bara, hann er að ausa þessu út úr sér og gera það svona. Og er þetta mynd sem verður í, þú veist, bara full lengt, 1,5 tíma eða hvað? Sko, það er ekki alveg komið á hreint, en ég held að þetta sé sko sett upp í nokkru styttri vídeó, þar sem að hver biti er svona kannski 10-15 mínútur, en svo er spurning að splæsa þessu saman. Þetta er bara það mikið efni sem þeir hafa, sko. Ég er bara ekki alveg með það á hreinu hversu langt það verður. Og náttúrulega sýnt hvar er náttúrulega ekkert hægt að segja til núna. Þetta er 2 ár, 3 ár í þetta verði sýnt í raun. Já, einmitt. Þannig að það er bara að vera að vinna þessu núna, bara að safna þessu öllu saman og sjá hvert þetta leiðir, sko. En þeir eru alveg með, ég myndi giska á þetta endi með svona klukkutíma allt samanlagt, sko. Þetta er náttúrulega ótrúlega áhugaverð saga sem að kemur náttúrulega við Grindavík að vissu leyti, þannig að og er ekki bara gaman fyrir þig að fá að taka þátt í þessu? Algjörlega, og það er bara fyrst og fremst bara ótrúlega gaman að fá að kynnast þeim og bara læra þetta og taka þátt í þessu og einhvern veginn, þú veist, maður fær bara gæsahúð þegar það er að lýsa þessum atburðum, sko. Þetta er náttúrulega
Hann segir þetta svo vel, þetta svo lifandi. Alveg ótrúlega, maður var alveg bara djúpt sokkin í þegar hann var að segja mér þessa sögu áðan. En hvað annað hefur verið að vinna við? Já, nú ég bara, ég að frílansa mest og svo ég búinn að vera aðeins í London en svona aðal vinna mín að ég bara að skrifa. Við erum búin að fengu styrk frá Danmörku að skrifa handrit af bíómynd, danskri bíómynd og erum með svona 3 myndir sem við erum að þróa, ég og framleiðandi minn og handritshöfundur. Þannig að ég er að vinna bæði á Íslandi og í Danmörku. Þannig að það er svona aðalverkefnið. En hvað með, er ekki gamli heimabærinn, er ekki heldur betur Elnefur þar til þess að? Jú, algjörlega. Og við erum að, það er svona verkefni sem við erum svona að reyna að fjármagna og reyna að koma á stað. Við erum náttúrulega byrjaðir þannig séð, en við erum bara að filma og svona dokumentera það sem er að gerast. Og það er kannski svona önnur nálgun kannski heldur svona hreinar og beinar svona upplýsingar þennan atburð eða þannig. Þetta verður kannski meira persónulegt það sem ég náttúrulega þaðan. Og mig langar bara til þess að kannski svona ná utanum bara þessa grindvísku sál sem einhvern veginn löskuð, sko. Þannig að það er svona, þannig að það stendur til að gera. Og svona tvístruð og þá jafnvel að fylgja einhverjum eftir sem að þurfti að flytja eitthvað annað og svo framvegis. Já, og bara í raun og veru að fylgja atburðunum kannski til lengri tíma, þannig að jafnvel einhver ár, sko. Þannig að það er svona mjög langtíma, svona stórt og mikið langtímaverkefni sem okkur langar að gera, sko. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út okkar vikulega fréttabla í hverri viku. Skrifum fréttir á Víkurfréttavefinn á hverjum einasta degi. Skrifum golffréttir á kylfingu.is og þið megið endilega vera í sambandi við okkur og senda okkur hugmyndir á Vaff hjá vaff.is. Blaðið liggur frammi á 30 dreifingarstöðum á Suðurnesjum en líka á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu í Netto úti á Granda og í Mjódd, í Fjarðarkaupum og í Salalaug í Kópavogi. Já, aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta skipti reyndar. En við þökkum fyrir okkur á sinni. Fylgist endilega með okkur. Takk fyrir að horfa. Verið sæl.